Vaxtamunur íslensku bankana þessar myndir frá 3,1% til 3,5% tvöfalt hærri en gengur og gerist á Norðurlöndunum. Hverju skyldi það sæta? Og hvað verður gengishagnað íslenskra heimila í ljósi óvenju sterkrar stöðu krónunnar, ekki síst gagnvart dollara? Hvers vegna lækkar ekki bensínið hjá okkur, innflutt matvara og ýmislegt annað? Verið að ræna okkur íslenskar neytendur enn eina ferðina, stinga fyrirtæki aukahagnaði í vasann, siðlausum hagnaði. Hingað komið Breki Karlsson hjá Neytendasamtökunum til að ræða þessi tvö mál, en fyrst ætla ég að ræða eða bera undir þig nýja og ósagða frétt, Breki. Við Kröfluvirkjun á Norðausturlandi komin upp myndavél og lítið skilti vinstra megin við þjóðveg 863 sem tilkynnir gjaldskyldu. Nú, náttúruperlurnar Stóravíti og Leirhnjúkur, þar sem áður var hægt að leggja bíl á bílaplönum og njóta náttúrufyrirbærina frítt, eru semst ekki lengur fríar eins og háttar nú til margt annað hér á landi núna. Og sönnun þessa vegfarendur skuldi pening fyrir heimsókn bundin við þessa myndavél. Það áleitin spurning að sögn vegfarenda sem að hafa haft samband við okkur á samstöðinni, hvort verið sé að innheimta gjöld með löglegum hætti, burtséð frá því að við þessar perlur, Leirhnjúk og Stóravíti, fá gestir nú ekki mikla þjónustu fyrir peningin. Þarna hafa sem dæmi verið klósett, þau eru núna lokuð og heimildamaður samstöðarinnar sem fór þarna segist að vera rekst á helling af klósettpapír, göngustíg hefur ekki verið haldið við. Fáum kannski myndir, Pétur, af, sem göngustíg. Hann sé mjög vondu ásökumulegi eins og sést og mann sagt að girðingar liggi þarna flatar á köflum og svo framvegis. Þú mátt skipta núna, Pétur, yfir á næstu mynd. Annað sem vekur spurningar hvernig fólk sem tilur sig hlunnfarið, hvernig það getur leitað réttarsins, að QR-kóði á skilti á svæðinu vegna gjaldskyldunar tekur notanda á síðu með IO-léni sem eru sjakasegjar. Kannski förum þá næst þangað. Þar eru engir íbúar eftir að Bretar fluttu þá brott til að gera Diego García herstöðina. Og okkur sagt að þetta séu þekkt lén hjá svikasíðum því það sé mjög erfitt fyrir fólk að leita réttarsins ef uppkoma einhver svona vafamál. Og við sjáum hérna samskipti og getur mátt fletta yfir á næstu mynd. Í Easy Park appinu sem sagt má sjá að það eru þarna landeigendur sem rukka. Spjallmennis chat við bot Easy Park leiðir í ljós að Easy Park býður bara upp á greiðsluþjónustu og segir þeim sem kvarta að tala við rekstrar aðila bílastæðisins. Nú, þeir sem eru kunnugir landeigendum þurfa þá mögulega að senda bréfi í pósthólf í Reykjavík, okkur sagt. Einn heimildamaður minn kallar þetta vegrán á þjóðvegi, þar sem engin leið sé að segja til þótt bifreið hafi verið mynduð, hvort bíl hafi verið lagt við stæðin, hvort mann hafi notið þessar gjaldskyldu þjónustu. Og þá séu ótaldar þessar lélegu merkingar og rukkun fyrir bílastæði með óvissu eignarhaldi á mögulegri svikasíðu. Og tölum ekki hvað svæðið subbulegt og innviðir jafnvel hættulegir, segir þessi heimildamaður samstöðarinnar sem fór þarna nýverið en kýs nafnblind. Og ég búin að hafa samband við Vegagerðina og kanna það hvort þetta löglegt. Þeir vissu ekki af uppsetningu þessa skilti sem mögulega þetta ekki brot á lögum ef myndavél og skilti utan helgunar svæðis vegarins, en það eru ýmis önnur álitamál. Og nú Breki þegar ég svona mæli að munni fram þessa ósögðu frétt okkar á samstöðinni
þá þessi saga kemur ofan í margar aðrar og mér langar svona fyrst og fremst bara að ræða við þig þessi mál sem samfélagsmál frekar en að við séum það er ásettur á því sem að ég er ekki að nafngreina aðila þarna og fyrst bara svona viðbrögðin við þessum upplýsingum. Já, þetta kemur því miður ekki á óvart en það sem kannski stakk helst í augu þarna á þessum myndum sem ég sá bara núna, ég er að sjá þetta í fyrsta sinn er að einkaaðilar er óheimilt samkvæmt lögum að leggja á sektir einungis lögreglan á Íslandi má leggja á sektir þeir geta framselt þessa heimild sína til sveitarstjórna þess vegna rekur til dæmis Reykjavíkurborg bílastæðasjóð en það er með öllu óheimilt að sekta fólk nema að þú sért lögreglan þannig að þetta er bara til að byrja með er þetta að mínum mati kol ólöglegt að öðru leyti er þetta svona sambærilegt við aðrar græðgisvæðingu bílastæða bílastæðabrask að það virðist vera að allir og ömmur þeirra ætli að aldeilis að græða á því að fólk sé að fara landið og við þurfum bara sem samfélag að koma okkur upp einhvers konar reglum og koma okkur saman hvaða reglur er að gilda það bara gengur ekki að allir ætli að koma sér upp einhverju tekjustreymi með þessum hætti og þarna þarf einnig að fara að lögum við veltum fyrir okkur að leið og vart farin að setja upp gjaldskylt bílastæði á stað sem ekki er á skipulagi þarf ekki að breyta skipulagi sveitarfélagsins þarf ekki að heimila þessa atvinnustarfsemi sem er þarna rekstur þá bílastæða á þessu svæði það þarf að fara eftir þjónustukaupalögum það þarf að fara eftir leigulögum það er skýlaus réttur neytenda til dæmis að geta komið á framfæri kvörtun og það er skýlaus réttur neytenda að fá að vita áður en þú gengur í einhvers konar leigusamband við aðila að vita hverja reglurnar eru hvaða hver innheimtugjöldin verða og svo framvegis síðan verður líka að fara að innheimtulögum þegar kemur að innheimtu þessara gjalda láist fólki að greiða bara eins og þau leigir íbúð leigusalinn getur ekkit farið bara á stað strax klukkutíma eftir eftir eindaga með einhver margföldun á leigugjaldinu það verður þú verður að senda innheimtu viðvörun og það verður bara að fara að lögum við erum með góð lögum þetta og það á ekkert að gilda neitt annað þessi fyrirtæki þessi óaran ef ég má kalla það svo er bara farið að minna á smálána braski sem áttu sér stað fyrir áratug síðan og alveg fram á þennan áratug sem betur fyrr náðu við að koma einhvers konar böndum yfir þetta að mestu leyti þó að það sé því miður ennþá sem einhverju leyti má þakka bara neytendasamtökunum til dæmis og núna er þetta svona, bara því miður þetta minnir mjög á þetta að þarna eru misfyrirleitnir aðilar og þarna gengur með þess að fyrirtæki í ríkiseigu hvað harðast fram Isavia með allskyns gjöld og sem við teljum ekki vera stóðir fyrir í lögum. Ég einmitt af því nefnir Isavia, mér finnst að ég hafa heyrt deilur sönnunarbyrði í þeim efnum. Já. Það til dæmis fræga rennan
í Keflavík þar sem þú hefur 5 mínútur til þess að skila af þér farþega og koma þér burt. Þú veist ekki hvar tímatakan byrjar, þú veist ekki hvar tímatakan endar. Það getur komið upp ýmislegt á leiðinni, það getur einhver annar verið á undan sem tefur umferðina, þannig að þú ert óvart lengur. Þannig að þetta bara ósanngjarnt samningsskilmáli samkvæmt 37. grein samningslaga að okkar mati. Og þarna gengur Isavia fram þrátt fyrir það að hafa fengið úrskurð Neytendastofu að þetta skuli laga. Og við teljum alveg skýlaust að hafi neytendur verið krafnir auka stöðugjöld, vanskilagjöld umfram það sem lög innheimtu heimila, þá eiga þeir rétt á endurgreiðslu og við hvetjum fólk, þetta ekki endilega margir aurar og ekki margar krónur, en ef að við leyfum fyrirtækjum að vaða uppi á þennan hátt, þá sýnir bara sagan það að þau munu leita lengra, þau munu fara eins langt og þau komast þangað til að við segjum stopp. Og núna erum við neytendur, erum bara komnir með upp í kók. Við neytendasamtökin fá á bilinu 5 til 10 kvartanir sem varða bílastæði á hverjum einasta degi. Hvað ertu að segja? Þetta langstærsta mál okkar núna þessi missurinn. Já, sko þegar ég fer í gegnum Vaðlaheiðargöng og ég gleyma að borga fyrirfram, þá held ég að þeir dömpi á mig hærri fjárhæð heldur en ef ég hefði greitt fyrirfram. Þeir hafa þá lagastóð í því en landeigendur hafa ekki lagastóð samanber þetta sem þú sagði ráðan með sveitarfélögin. Sko, þegar Vaðlaheiðargöng byrjuðu þá gafst þér 3 tíma frestur að greiða. Þeir eru þó búin að lengja þetta fram í sólarhring, sem er vel. En það má alveg velta fyrir sér hvort að það séu lagastoð fyrir því? Það sé lagastoð fyrir þessu auka gjaldi, fyrir þessu innheimtu gjaldi, nema það sé tilkynnt með mjög skýrum hætti. Við vitum líka það eru bílastæðafyrirtæki það núti sem ganga fram með góðu fordæmi og mér langar að nefna Check-it sem ekki sendir aukagjald. Þannig að ef að bílastæðagjaldið er 600 krónur, þá er bara sendt 600 krónar krafa í heimabanka. Það þarf ekkit og það er það sem við viljum, það er enginn að segja það. Hvar eru þeir með þjónustu sem dæmi? Þeir eru sem dæmi þjónustu á Snæfellsnesi. Og víðar, ég er nú ekki með það á takteginum. Það er bara fínt að vita dæmi. En við flest þau sem leita til neytendasamtakana vilja greiða réttmætt gjöld, en það er ýmislegt sem kemur í veg fyrir að það sé hægt. Tækin á staðnum eru kannski biluð, appið sýnir ranga stöðu, þú greiðir röngum aðila út af því að það er rangt gjald út af því. Í Danmörku er sérstök bílastæða úrskurðarnefnd, þar sem þú getur leitað til og fengið úrskurð réttmæti kröfuðinnar. Hér er eitthvað spjallmenni eins og þú sýndir áðan sem sem talar sektir og annað slíkt sem er bara óheimilt. Þannig að við eigum langt í land með en við þurfum og við höfum sendt stjórnvöldum ítrekað beiðni samtal það að koma lögum og böndum á þessa starfsemi. Þetta brask gengur ekki lengur. Nei, það er mjög mikil sprunguþreyta hjá okkur mörgum vegna þess hvernig þetta er útfært og sumir segja að þetta hafi svona vaxið úr hömlu. Á það ber þó að minnast, finnst mér, að sumstaðar kemur maður og fær núna þjónustu sem er betri heldur en fyrir gjaldtöku. Þú getur farið á klósti, það er innifalið í því að þú getur lagt bílnum og jafnvel einhver önnur þjónusta. Það
það eru starfsmenn sem vinna við að halda svæðinu hreinu og svo framvegis. Þannig að sko það getur líka verið svolítið varasamt að svona stimpla alla sem eru í þessum bransa að setja það undir sama hatt, ekki satt. Algjörlega, eins og þú segir, sko, þess vegna vildi ég sérstaklega minnast á að það er ekki öll fyrirtækin eins og þau eru hörð í sinni afstöðu og neytendavæn. En við köllum eftir því að þau fari að lögum og við höfum lögum innheimtu. Þetta er ekki sekt, það er óheimilt samkvæmt lögum, þetta er innheimta og þar af leiðandi þurfa þau að hafa innheimtu leyfi, vera undir eftirliti hjá Seðlabankanum að okkar mati og svo framvegis. Það eru þannig að við köllum eftir því að eftirlitsaðilar hafi sinni eftirlitshlutverki sínu og komið þá skikki á þetta og síðan getum við svona sameinast þessar reglur og þessum bönd sem við verðum að hafa svo að þau fara nú ekki fram úr sér eins og þau eru að gera núna, mörg hver. Já, þessir aðilar sem höfðu samband við okkur vegna þessara fréttar sem að ég flutti þarna í upphafi okkar spjalls, þeir sko það er þessi sönnunarbyrði og það er hvenar þú neytir þjónustu og hvenar ekki. Þú ert að segja að séu 5 mál sem koma meðaltal á dag núna til ykkar. Var það þau flest þessa? Það er alls konar. Það er alls konar þetta innheimtu gjald og náttúrulega líka þessi sönnunarbyrði það er ekki þar með sagt að sko þó þú leggir í stæði að þú samþykkir, þú þarft að kynna þér skilmálana og þú getur neitað að nýta þér þjónustu þó að þú farir inn á svæði og svo sérðu, ég samþykki ekki þess að skilmála, þá er ég farin. Að þú verður að hafa tækifæri til áður en þú leggur áður en þú nýtir þjónustu til þess að fara í gegnum alla skilmála og taka síðan ákvörðun það hvort þú samþykkir það eða ekki. Síðan er náttúrulega eins og í þessu dæmi sem þú nefnir hérna í Mývatnssveit er líka áhöldum það má takmarka umferðum vegi sem eru lagðir á kostnað almennings og svo framvegis. Þetta eru mýmargar hliðar á öllum þessum bílastæðamálum og það þarf að fara grundigt í gegnum þetta. Þetta er mjög áhugavert. Ef við þá aðeins að svissa yfir í gengismun, fyrirgefðu vaxtamun íslensku bankana, þú hefur nú stundum komið hingað og rætt við mig þau mál, munun á útlánum og innlánum. Þú ert með einhverja töludæmis skandinavíska banka og samanburð. Já, nú var að koma hálfsárs uppgjör bankana og ég veit ekki hvað maður á að segja, vissulega verður maður að gleðjast þegar vel gengur, en við megum ekki gleyma því hvaðan þessi velgengni kemur. Hún kemur úr vösum viðskiptavina bankana. Hagnaður bankana er frá 16% og upp í 19%, sem er afskaplega góð afkoma. Fyrir alltaf minni þjónustu og eins og kom fram í skýrslu sem var gerð árið 2023 gjaldtöku og arðsemi bankana að hagræðing bankana er ekki að skila sér til neytenda í formi lægri vaxtamunar eða lægri gjalda. Ég skoðaði þetta bara ganni mínu núna fyrir helgi og sá það að vaxtamunur í Skandinavíu, ég tók bara handahófi nokkra banka, hann er helmingi lægri þar að segja, hann er tvöfalt herri hér á Íslandi, 3,1 til 3,5% vaxtamunur, þegar að út í heimi þykir mjög gott að vera með 2% vaxtamun. Það bara og allir að keppast að því
bankar að ná þeim vaxtamun. Og það ekki víst að allir skilji nákvæmlega hvað við erum að tala við erum að tala munin á því að skulda eða eiga. Já, þetta sérst munurinn á innlánum og útlánum. Það vöxtum á innlánum og vöxtum á útlánum. Vaxtatekjur og vaxtagjöld. Og þetta er mjög hátt og vaxtamunurinn á Íslandi. Og bæði sögulega séð og í skýrslunni fyrir 2 árum var talað að vaxtamunurinn hefði verið 2% og þætti rúmlega 2% og þætti nú er hann orðinn mjög hærri, hann helmingi hærri núna heldur en hann var fyrir 2-3 árum. Og hjá Danske Bank er hann núna bara 1,3%. 1,3%. Og þetta sýnir það að það er engin samkeppni á Íslandi með við þetta. Og við sjáum það að í samkeppnisumhverfi þá þurfa bankarnir að vera með minni vaxtamun. Og en þau þurfa það ekki hér. Það spyr einnar spurningar jákvæðan ábata af aðild ESB, ekki satt? Þá kemur aukinn samkeppni í Jú, þeir sem eru hlindir því að skoða það, þeir benda á það. Hvort sem ég hlindur því eða ekki, er það ekki alveg augljóst og það er meiri Jú, ég myndi absolutt, allan að það sem maður heyri hér að út undan sér er að bæði með tryggingamarkaðinn, það er að segja bílatryggingamarkaðinn og bifreiðatryggingamarkaðinn og hvað var það, fjármálastarfsemi. Þá er krónan helsta ástæða þess að fyrirtæki vilja ekki koma hingað á markaðin hér. Það er bara ómikla sveiflur. Skoppar að bolta hagkerfið. Já. Þannig að það er svona en stóra málið er náttúrulega bara á Íslandi er þessi gífurlega hái fjármagnskostnaður. Vextir hér sem eru hærri en allstaðar í hinum vestræna heimi. Einungis í 3 löndum í Evrópu eru hærri stýrivextir í Rússlandi, Úkraínu og Belarús og við vitum af hverju það er. Og þetta er keppni sem við viljum ekki sigra, við viljum vera með lægstu vexti, með lægri vexti skulum við segja. Þetta á nokkur hluti því að íbúðarhúsnæði er að verða munaðar vara fyrir einungis börn efnaðra foreldra. Þetta kemur inn á það að til dæmis að hér ég öfunda ekki ungt fólk í dag sem að stíga sín fyrstu skref á húsnæðismarkaðinum að fara inn á þennan markað. Þú finnur ekki húsnæði í Reykjavík eða stór Reykjavíkusvæðinu til dæmis á undir 50 milljónum. Þú þarft að eiga 10-15 milljónir áður en þú getur ímyndað þér að fara út af þennan markað. Og síðan þarft að greiða himinháa vexti. Þannig að af þessum peningum sem fara að láni, þannig að þetta er áhugavert og sko hitt er líka áhugavert að ef þú horfir á eigendur fjármálafyrirtækjanna, tryggingafyrirtækjanna, þá eru þetta að mestu leyti lífeyrissjóðirnir. Og lífeyrissjóðirnir eru jú við sjálf í framtíðinni. Það eru þau að hjálpa okkur í framtíðinni en til þess að geta hjálpa okkur í framtíðinni þá eru þau að svína á okkur í nútíðinni og það er eitthvað skakt við þetta. Við þurfum að og lífeyrissjóðir hafa alltaf haldið þessur höndum og sagt við ætlum ekki að vera með neina ábyrgð á einu eða neinu. Núna verða bara lífeyrissjóðir að taka ábyrgð á þeim eignum sem þeir eiga og að það sé eitthvað skikk á þeim, á stjórn á þeim fyrirtækjum. Og við auðvitað viljum við að fyrirtæki ganga vel. Fyrirtæki verða að ganga vel til þess að drífa áfram hagkerfið. En það er spurningum hvenær nóg verður of mikið. Já. Ég hitti konu fyrir nokkrum dögum sem vann áratugum saman í íslenska bankakerfinu og hún sagðist hafa hætt því vegna þess að henni hefði óboðið og hún síðan búin að stofna sitt eigi fyrirtæki og komin út úr þessum
út þessum bransa og við vorum einmitt að ræða samfélagslega ábyrgð og hún lýsti því að hennar mati þá hefði hún kannski verið fyrir hendi fyrir einhverjum áratugum en væri einmitt skorti bara í dag. Ertu sammála því? Já, ég hef lengi haldið því slógani eða fram að og ég má sletta á ensku make banking dull again. Bankastarfsemi á að vera leiðinleg og á að vera þurr og þarna verið að færa peninga frá þér til mín og frá mín til þín. Það á ekki að vera einhver spennu starfsemi það sem þetta leiðinlegt og á að vera leiðinlegt. Og eldri borgarar sem að lendi því að þeir ætla að taka út nokkra krónur og þurfa að greiða 300 krónur eða hvað það umsýslugjald bara fyrir að hitta gjaldgerann og biðja hann að láta sig hafa peningana sem þeir hafa ávaxtaði eða sem þeir hafa látið bankan hagnast á. Það er annað sem óþolandi. Já, annað baráttumál að aðgangur að eigin fé að hann á að vera ókeypis alltaf og þessar gjaldheimtur eru náttúrulega út í hött og eiga ekki að líðast að þú þurfur að borga fyrir það að sækja þitt eigið fé. Hvernig getum við aukið mátt almenning sem þrýsti afls? Við erum ofta að tala þessa hluti aftur og aftur. Ég hef skrifað bækur þetta en það breytist ekki neitt. Já, ef ég á að vera mjög sjálfhverfur þá náttúrulega vil ég hvetja fólk til þess að gangi í neytendasamtökin. Því fleiri félagar þeim mun sterkari verðum við. Við erum bara jafn sterk eins og fjöldin sem við erum. Þannig að árgjaldið er 7.900 krónur, gjöfin ekki gjald. Við þurfum að 1,5 hamborgari eitthvað svoleiðis og niður í miðbæ. Já, nákvæmlega og ég get fullvissað fólk að hver einasta króna er vel nýtt og fer ég það að efla baráttuna fyrir auknum neytendarétti. Já. Sko, við skulum enda þetta spjall á því að ræða styrkingu krónunar, ekki síst gagnvart dollar. Þú nefndir við mig fyrir spjallið að frá áramótum hefur krónan styrst 13% gagnvart dollar. Sjáum við einhver merkið þess í innflutningi? Já, ég hef ekki séð það, nei, ég hef ekki við sjáum ekki lækkun á verði, bensínverði, matarverði eða slíkt. Af hverju ekki? Þetta aftur þetta gamla góða, það eru rosalega lélegir innkaupastjórar kaupa alltaf þegar að hæsta verðið. Nei, já, gamni sleftu þá náttúrulega verðum við bara að þrýsta á fyrirtækin að skila þessari styrkingu til neytenda og aftur bara því fleiri sem leggjast á þær árar þeim mun meiri árangur næst og ég er talsmaður þess að efla samkeppni, að samkeppni sé ein helsta vörn okkar neytenda og þeim mun meiri samkeppni sem ríkir þeim mun og þeim mun meira aðhald sem við neytendur getum í raun og veru veitt því betra. Þannig að og líka og við verum líka sem neytendur að sýna ábyrgð og sýna aðhaldi í verki að velja alltaf þá þann kost sem við viljum og það fyrirtæki sem við viljum versla við hvort sem út frá einhverju afstöðu eða út frá fjármagnum og jafnvel þó við séum ekki að spara margar krónur að leita þá leiða til þess að styrkja þann sem að gera best við neytendur. Það eru til dæmis ótrúlega fáir sem skipta raforkusala þó að það muni 10-20% á raforkunu. Vissulega er þetta ekki háar upphæðir fyrir hvern og einn en leið og við styrkjum litla aðeina, samkeppnisaðeina, þann sem að brjóta upp samkeppni á markaði þá eflum við hann og sköpum tækjafæri fyrir hann til þess að gera enn betur. Ef við höldum okkur áfram við dýru gömlu fyrirtækin sem að því að við höfum alltaf skipt við þá gerist ekki neitt. Þannig
Þannig að ég hvet neytendur til þess að leita tilboða í tryggingar sínar, skipta raforkusala, það hægt að fara á vef Orkustofnunar til þess að sjá þar bera saman orkuverð hjá mismunandi fyrirtækjum. Ég hvet fólk til þess að versla við verslunina sem ódýrust og svo framvegis, og þannig getur við líka sem neytendur verið ábyrg, sýnt aðhald og í verki. Já. Ef gengi íslensku krónunar hefði veikst gagnvart dollar með 13%, heldur við sæjum ekki merkið þess? Já, ef og hefði eru alltaf Olíufélögin eru til marks fyrirtæki sem að vísa mjög fljótt til í aðra áttina til mikilvægra breytinga en í hin áttina gerist ekki neitt. Nákvæmlega. Nákvæmlega, það er ýmislegt og það til dæmis eins og núna verið að tala að leggja á kílómetragjald og taka af skattlagningu á bensín. Við erum svo sem ekkert, við erum einhver skoðun á því hvernig skattar eru innheimtir, en við teljum afar mikilvægt að þegar og ef það verður gert, að það þurfi þá að vera eftirlit með því að lækkun bensínsins sem nemur sköttunum sem verður teknir af, að hún skili sér að fullu til neytenda, en að bensínsalar nýti ekki tækifærið til þess að smyrja aðeins meiri álagningu á og þess vegna er svo mikilvægt til dæmis að fela eftirlitsaðilum, samkeppniseftirlitunum til dæmis eða einhverjum öðrum eftirlit með því að verði þessar breytingar komið á, verði þessar breytingum komið á eins og ríkisstjórnin stefnir að það verði þá eftirlit með því að lækkunin skili sér til okkar. Já. Ég sá frétt hjá RÚV, sjónvarpsfrétt daginn, þar sem að þessi gengisþróun, þessi sterka staða krónunnar var máluð upp sem gríðalegt vandamál og þá var náttúrulega verið að ræða hagsmuni útgerðarinnar. Mér finnst bara stundum eins og að við séum hætt að standa með okkur, bara að fréttastofunar og fjölmiðlunin, það sé bara búið að spóla yfir þetta tímabil einhvern veginn sem að ég man eftir í gamla daga að neytendamál og svona almennings hagsmunir, almannahagsmunir. Mér líður stundum eins og jafnvel þegar Ríkisútvarpið lítur einhvern veginn í gras, finnst mér, fréttastofan gagnvart hagsmunum útgerðarinnar og minnist nánast ekki neitt á þær umbætur sem að sterk króna gagnvart gjaldmiðlum ætti að geta skilað heimilunum, heldur fókusinn bara á fyrirtæki. Er þetta einhver vitleysa í mér? Er ég bara orðin svona grumpy old man eða er öll umræða meir og minna að færast yfir í það að horfa á heiminn út frá hagsmunum einhverja stór fyrirtæki? Ég nú engin fjölmiðlarýni og hef svo sem ekki fylgst með fjölmiðlum eins og þú. Ég fæ alltaf þétt handtak og Guðs blessun þegar ég í samskipti mínu við fjölmiðla og mér finnst eins og flestir fjölmiðlar vilji gera vel en auðvitað sótt að þeim úr öllum áttum. Ég held að sé örugglega tvöfalt fleiri almannatenglar heldur en blaða og fréttamenn á Íslandi. Ég held að það sem að vera bara 10 sinnum fleiri. Já, og allir að reyna að koma sínum sjónarmiðum að. Síðasti blaðamaðurinn er að vera síðasti móhíkani. Það er eitthvað svoleiðis. Þurfum að já, þetta er eins og þetta held ég að skipti máli já, algjörlega, í umræðinu og í römmun fjölmiðla og við erum að sjá hverjir eru raunverulega að segja fréttirnar, eru það blaðamennir sjálfur, eru þeir sjálfur að grafa og leita, eru þetta frumkvæðisfréttir sem að hafa það að leiðarljósi að vernda almannahagsmuni eins og blaðamennskan var hugsuð, er þetta corporate news? Algjörlega. Það er, auðvitað, og við náttúrulega hjá Neytendasamtökunum reynum náttúrulega að sporna við þessu og tala út frá almannahagsmunum, út frá hagsmunum neytenda
en ég hef ekki orðið var við það að mér sé eða neytendasamtökunum sé eitthvað verð tekið en áður sko og alls ekki sko. Nei. En þetta umhugsunarefni? Já, og alltaf held ég bara og við þurfum alltaf að vera vakandi fyrir því að og ég veit að blaðamenn eru upp til hópa bara vel innréttað fólk og sinni sínu starfi af kostgæfni. Jú, en maður veit ekki þrýstingin sko, sem að kann allavega í einhverjum tilvikum að vera nálægur. En sko, almenningur sem samstöðuafl og almenningur að greiða atkvæði með höndum og fótum. Almenningur ekki að láta svíða sig, heldur snúa sér annað. Oft hefur verið talað að það sé regin munur á okkur Íslendingum og stórþjóðum eða borgaramenningu sem hundruðum ára lengri en okkar og náttúrulega einangrunin lítur að skipta einhverju máli. Maður heyri stundum að frakkar eða kemur einhver ósómið þar þá bara stræk og mótmæli og dráttavélarnar loka leiðunum og það hætt við einhverja hækkun sem hefði kostað neytendur eitthvað. Ég get sagt eitt dæmi frá aldamótunum. Þá var ég bjó á Bretlandseyjum og ég var meðlimur í Bridge-klúbbi og ég sótti þennan Bridge-klúbb einu sinni í viku og ætli gjaldið sem við greiddum fyrir að spila hafi kannski ekki verið svona 150 íslenskar krónur. Svo datt einhverjum í huga að hækka það í 200 því það aldrei verið mótmælt hér, Bridge-klúbbi, skákklúbbi eða bara einhver íþróttafélag eða eitthvað. En þeir bara gerðu stræk. Spilararnir og það var fallið frá þessari hækkun vegna þess að hún var ekki vel rökstudd. Það var ekkert svona sérstætt sem að sko þetta finnst manni skorta á hér. Sko, nú verð ég að stoppa þig. Ég algjörlega ósammála. Okay. Íslenski neytendur þeir einu bestu í Evrópu. Með þetta? Með alls konar. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins framkvæmdi mér rannsókn á 3 ára fresti. Okay. Það sem framkemur að íslenski neytendur eru í topp 3 sætunum 1, 2 og 3 á hverju ári. Í hvað heimi lifir þú? Bítu, annað dæmi að því svo getur maður alltaf cherrypickað eða kirsuberja tínt einhvern svona dæmi. Ég get nefnt dæmi af forvera mínum. Já. Það átt að setja gjald á það að þegar að fólk notaði rafrænu skilríki sín. En eitt af því sem Ólafur Arnarsson, forverinn minn í starfi, beitti sér fyrir var að það yrði ekki sett á. Og fyrir þrýsting neytendasamtökuna var, getum við núna nota rafrænu skilríki okkar án þess að þurfa að borga 150, það átt að vera 150-200 krónur á þeim tíma. Væri eflaust í dag miklu mun meira en núna þetta ekki meðal annars vegna þess að þrýsting þannig að við getum alveg stundum náðu okkur fram Finnst þér við vera samstöðu þjóð? Já, algjörlega sko, það vandinn Hvaða vettvang höfum við? Nákvæmlega, vandinn að þegar þú vilt ekki versla við aðra matvörukeðjuna þá hefur bara eina aðra til þess að velja úrum og ef þeir sinnast við þær báðar, hvað ætlar þá að leita? Það er fákeppnin, það er fámennið sem okkar helsti akkilísarhæll. Ef þú vilt skipta tryggingafélag, þá hefur bara 3 önnur tryggingafélag að velja. Þannig að þetta ekkit eins og annar staðar þar sem þú getur það ekki margir staðir á Íslandi þar sem þú getur spilað bridge í stórum hópum. Þannig að þú getur ekkit farið til annars aðila og í staðin. Þannig að það kannski okkar akkilesarhæll að hversu fáið erum og hversu mikil fákeppnin og sérilagi út á landi. Við erum oft föst í hugarfæri höfuðborgarinnar þar sem við höfum þá allavega úr einhverjum að velja en út á landi þar hefur kannski bara ef þú ert heppinn hefur kannski eina matvörubúð og þannig að við skulum ekki gleyma því þannig að
en ég sko, þessi bábilja að íslenski neytendur séu eitthvað slæmir, eitthvað verri en aðrir eða latir, þetta á sér bara enga stóð. Þetta bara á sér ekki stóð. Og ég held að sko að það sé verið að berja okkur, þetta bara verið að setja loka á glasið, gamla þegar ef þú setur loka á glas með flómi og þá hætta þeir að hoppa hærra en glasið. Þetta saman með íslenska neytendun að ef þú telur þeim nógu oft trúum það að þeir séu lélegir, þá verða þeir lélegir, en það bara ekki þannig. Staðreyndin sú að íslenski neytendur eru góðir og með þeim bestu í Evrópu. Að korporatöflunum hafi meira þess að tekist að skekkja mína eigin mynd, þannig að ég sé gengin og mála nákvæmlega, þannig að hérna svona efni. Já, algjörlega. Já, ég bara beist afsökunar. En sko að því þú nefndir stöðun út á landi, þá ég skrifaði hann einhvern status á Facebook daginn, strými ásettir ég sá að Rækjusamlokk var komin í 940 og kostar hann ekki 400 kall í bónus eða eitthvað. Jú, og sko að samaskapi kostar kaffibollin á Champs-Élysées kostar 20 eurur, 2 götum frá kostar hann 2 eurur. Það eru náttúrulega staður og stund og það þjónustað og það alls konar sem spilar þarna inni og jú, auðvitað hneykslast maður stundum á háu mataferði, en það eru aðrar þeimun mikilvægar einmitt samkeppni sko, að í skjóli þess að það engin annar að selja rækjusamlokur. Hvar var þetta? Út á þessum var? Já, þetta var í strax í krambúðinni held ég. Ef einhver annar myndi selja rækjusamlokur við hliðina, það yrði verðstríð og á endanum myndi verðið lækka, þannig að já, þetta náttúrulega aftur, fámennið kemur í veg fyrir ofta á tíðum kemur í veg fyrir þessa samkeppni og við erum meira að segja sko að því þú varst að tala Evrópusambandið áðan sko, það var mjög áhugavert að hlusta á forstjóra í stóra fyrirtækja Arion banka, Íslandsbanka og sem vildu sameinast að sögðu sko að Ísland væri of lítill markaður fyrir samkeppni sem þýðir það að atvinnulífið komið á fulla ferði að undirbúa sig undir það að vilja fara í Evrópusambandið. Þannig að þetta þannig að það komir mjög óvart og komir líka óvart að leið og Kvikabanki kemur fram með ætla að veita húsnæðislán, þá fóru Íslandsbanki og Arion banki í kapphlaup að gleypa áskorandar og þetta náttúrulega líka aftur talandum fákeppni. Ansi oft hefur nýji keppinauturinn verið keyptur upp eða einhvern veginn stútað. Algjörlega. En hvað heldur Breki svona til þess að halda áfram með þessa kenningu þína að við séum bara baráttuglöð og góðir neytendur? Hvað heldur að myndu margir slást í för með þér ef neytendasamtökin myndu auglýsa við ætlum að fara í kröfugöngu og labba á milli olíufélaga næstu helgi við mótmælum því að verða á eldsneyti hafi ekki lækkað í samræmi við gengi. Hvað heldur það myndu koma margir og... Sko, ég veit ekki, en ég held líka sko, við erum að horfa á hvert væri markmiðið. Hver væri árangurinn, mögulegur ávinningur. Við fórum í stærsta hópmálsókn Íslandssögunar, það sem á 15.000 manns taka þátt í okkur í vaxtamálinu og það bara sko 1,3% af þjóðinni og ég veit ekki neina aðra þjóð í heiminum þar sem sko 1,3% hafi farið í mál gegn eigin banka. Þannig að þar sjáum við samtakamáttinn og ég vissum það að ef við myndum sem við erum að íhuga að ef við myndum fara í mál við bílastæðafyrirtækin að það myndi flykkjast jafn margir á bakvið okkur. En ég veit ekki hversu margir myndu fara í kröfugöngu, það myndu eflaust fara eftir veðri. Það ágætis lokapunktur á þessu góða spjalli.
Þakkaði kærlega fyrir Breki, komuna, búið að vera mjög áhugavert að spjalla við þig. Við höfum verið að ræða það, kæru hlustendur og áhorfendur, að hér ætti náttúrulega við þetta rauða borða samstöðin að vera virk umræða neytendamál jafnvel fyrir einustu viku og ég vonast til þess Breki að þú verðir okkur innan handar í því. Ertu ekki til í það? Alveg sjálfsagt. Þurfum við ekki að meðal annars hrekja þessar bábíljur að íslenskir neytendur séu latir og væri kærir. Algjörlega. Þegar þáttastjórnandinn er meiri sjá villigötum. Ljómandi, takk fyrir komuna. Bestu þakkir. Og við höldum áfram, dagskráni ekki fara langt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.